Komið sæl, þetta Pólitíkin 7. þáttur. Ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Stjórnmálin verða betri eftir því sem fleiri og fjölbreyttari hópar taka þátt. Það hefur nú margsinnis komið í ljós á umliðnum árum og jafnvel áratugum. Aukin þáttaka kvenna í stjórnmálum hefur án nokkurs vafa breytt þeim mikið og til hins betra og þær hafa rutt brautina hvor fyrir aðra en líka fyrir aðra þjóðfélagshópa sem hafa verið sýnilegri í kjölfarið og tekið þátt. Þannig jafnréttisbaráttan í reynd einn straumur þar sem allt spilar saman. Landssamband sjálfstæðiskvenna var stofnað á nýársdag 1956 og hlutverk LS eins og það kallað að efla þekkingu og tengsl meðal kvenna í sjálfstæðisflokknum og auka þátttöku þeirra í stjórnmálum. Félagið stendur fyrir fjölbreyttum námskeiðum, málfundum og viðburðum samfélagsmál og stjórnmál. Það ánægja að fá hingað í spjall formann félagsins, Völu Pálsdóttur, velkomin. Takk. 1956. Þetta félag sem komið á 70 aldur en það þróttmikið eins og unglingur. Segðu okkur aðeins svona, hvað þú veist til dæmis upphafi, hvað kom til að þetta félag stofnað á sínum tíma? Í rauninni held ég að þetta hafi verið að á þessum tíma voru karlmenn meira áberandi í þátttöku stjórnmála en enga síður sinntu konur mikilvægum hlutverkum. Þær voru meðal annars, þegar voru kosningar, það voru þær í útringisveit flokksins og auðvitað, helmingur kjósenda, gott sem, að þetta hafi verið svona kannski fyrstu skrefin í að efla þátttöku kvenna og að því í rauninni getum við sagt að þó svo að við getum ekki sagt með beinum hætti að við eigum fyrstu konur sem tóku fyrstu skrefin til pólitík hér í upphafi 19. aldar, að þá hafa það nú samt tengst flokknum og ég held að kannski voru þær framsýnar að það sá að þetta myndi aukast og til þess að fjölga konum í framvarasveitinni væri kannski gott að stofna bakland fyrir þær og kannski að efla sem sagt bara samstöðu meðal kvenna innan flokksins og búa til rödd. Það vekur þetta athygli 1956, þetta svo löngu fyrir kvennafríið 75, rauðsokkatímabil og öll þessi tímabil sem komið þarna upp úr svona seinni hluta 7. áratugur eins og byrjun þess 8. Þetta hafa greinilega verið mjög framsýnar konur en svo þegar maður fer svona að líta kannski tilbaka í söguna þá eins og þú nefnir við eigum margar konur sem eru fyrsta konan þarna og fyrsta konan hér. Ég held að kannski þau mál sem að konur tóku fyrst upp og voru þá í rauninni ekki kannski í framlínu heldur svona til hliðar voru mál til að eins og bara bæta aðstæður fjölskyldna, bæta aðstæður barna, auka menntun. Einn hluti var til þess að vera að setja skolpræsi við götur Reykjavíkur sem þótti nú óþarfi. Þannig að jafnvel þó að kannski á þeim tímum sem þær voru að tala fyrir hlutum. Það þótti þær kannski bara pínu svona, ekki alveg eiga rödd vegna þess að þetta væri mál sem skipti ekki máli, það væru stærri mál sem myndu vega þyngra. En þetta voru gríðarlega mikilvæg mál bara í, til dæmis bara eins og menntun barna. Læsi. Ég tala nú ekki að styðja við konur að sækja sér menntun því að upp að 19. aldar voru ekki margar konur sem settust á skólabekk. Og ég til að bara með því að byrja að tala fyrir því ég alltaf fyrsta skrefið og veita öðrum kjark og það að tala fyrir hlutum og jafnvel að kveða sér hljóðs á fundum. Ég held að það sé fyrsta skrefið og geta sýnt öðrum að jafnvel að ég oft sagt til konur í dag að það er að hugsa eitthvað þá allt eins líklegt að það séu fleiri að hugsa það sama en það þarf oft aðeins meira til að koma því á laggir með því að fara að tala fyrir því. Þannig að við höfum verið ófeimin að tala fyrir hlutunum okkar. Jafnvel þó okkur finnist það kannski vera bara í okkar einrúmi að þetta sé eitthvað sem okkur skiptir máli en ég held samt að reynslan hafi sýnt okkur að ef einn er að hugsa þá jafnvel að fleiri þurfi það. Það auðvitað ekki hægt að gera upp sögu félagsins sem náttúrulega verið næstu 70 ár svona í einni spurningu en svona þegar þú horfir kannski samt yfir farin veg, hefur þetta félag farið í gegnum þetta grein ykkur svona tímabil eða svo ég vandi óvandaða íslensku ykkur trend, þetta sjá svona hvernig það hefur þróast í árana rás, hefur það breyst frá upphafi mikið? Ég held kannski bara að viðurkenning í þátttöku kvenna hafi aukist. Þegar ég tók við hér fyrir 3 árum, það var ekki lengra síðan, þá var eiginlega fyrsta verkefni sem ég vildi taka var að viðurkenna það að koma því á framfæri við alla að innan sjálfstæðisflokksins fjöldi allra kvenna að störfum.
flokkurinn fekk svona ámæli fyrir það að hér væri enga konur, þar fengi ekki hlutverk og þetta var árið 2017. Að þegar maður fór að líta svona tilbaka að þá kannski auðveldara að benda á við séum ekki hérna vegna þess að það hafa kannski ekki verið margar konurnar í sögunni en þær hafa samt verið, en þeim hefur kannski ekki verið lyft nóg mikið upp. Og eins og þú nefndir hérna upphafi, það eigum við margar konur sem hefur til að mynda fyrsti borgarstjórinn, fyrsti ráðherrann. Við eigum líka konur sem hafa til dæmis byrjað að hugsa fyrir umhverfismálum, langt á undan öðrum og fleira til. En kannski bara auðvitað að segja að við eigum ekki konur, eins og það óþægilegt að benda á það. Við vorum í rauninni í fararbroddi oft með okkar konur. Þannig að mér finnst við hafa svolítið náð ákveðnum svona sessi núna að nú heyrist ekki að það sé ekki konur í flokknum, en við eigum svo margar kjörnar konur, ekki bara í landsmálunum, þær eru 4 og verkefni eru auðvitað að fjölga þeim, en við eigum ég held að séu hátt í 60 konur sem eru kjörnir fulltrúar okkar víðs vegar um landið. Og það að segja þessi ekki konur í flokknum, það bara móðgun við störf þessara kvenna. Og þá eru ekki talin upp allar þær konur sem sinna trúnaðarstörfum hér. Við eigum fjöldan allan á konur sem eru í formenn í málanefndum flokksins. Og svo talum við ekki bara þær sem leggja grasrótinni lið, því það ekki síður mikilvægt að grasrótin sé að störfum og bæði veiti aðhald okkar forystufólki en líka hvetji og hrósi þegar vel gengur. Þannig að þegar maður lítur öxl og horfir svona, þá eigum við svo margar konur sem hafa verið í fararbroddi en hafa einhvern veginn finnst mér ekki alveg fengið viðurkenninguna og kannski vegna þess að þær eru hægri konur. Það getur nefnilega verið og mér langar aðeins að fara inn á það en aðeins án ég gerir það þá þetta glæsilega blað sem að þið gáfuð út síðastliðið haust, Auður blað sjálfstæðiskvenna. Þarna erum við með 2 forystukonur í ríkisstjórninni núna. Þetta er líka varaformaður flokksins, Þórdís Kolbrún og þáverandi ritari, Áslaug Arna. Svo mitt að því þú nefndir þennan mikla fjölda kvenna sem eru að starfa fyrir sjálfstæðisflokkin vítt og breytt í sveitastjórnum og á þingi og víðsvegar. Þetta er þessi glæsilega opna sem að vakti þetta gríðarlega mikla athygli og ég var að ræða við Bjarna einn á dögunum ef maður horfir á hans formannstíð þá hefur alltaf verið kvenn varaformaður sem að þekktist ekki áður og þetta eru 3 held ég varaformenn sem hann hefur haft frá því hann tók við formennsku en við eigum auðvitað eftir að taka þann múr niður líka einhvern tímann í framtíðinni. Þannig að þessi staða kvenna í þessum flokki, hún er auðvitað mjög sterk. Hún er mjög sterk. Ég held hún hafi styrst gríðarlega og ég held að það sé tilkomið vegna allar þeirra kvenna sem undan hafa gengið. Þetta er ekki bara í dag og ekki bara Bjarni, vegna þess að það er konur sem settust og hafa sest á þing fyrir flokkin. Það er konur sem hafa verið í borgarstjórn eða sveitarstjórnarmálum. Allar þar konur sem hér hafa bara lagt hönd á plóg, þær hafa lagt grunninn að þessu og við erum að uppskera. Og núna þegar nú eru 2 dagar síðan að Vigdís Finnbogadóttir átti afmæli og maður sá svo margar konur nefna það að hún hafi verið svona sýnt konu að ekkert verkefni er of stórt. Og það er enginn svo sem fyrirfram mótaðar í hlutverk, þú getur líka mótað það sem þú ferði í, að þetta ávið allar konur sem hafa verið sjálfstæðiskonur og svo sem allar konur sem í hvaða störfum sem þær eru svo sem að stundum þar kjarkinn til að brjóta niður múra og það kannski sést ekki árangur að því strax en hann getur lítið dagsins ljós eins og við sjáum til með 2 ráðherra og varaformann og ég held að bara ef maður horfir svona, það tekur auðvitað allt svona ákveðna þróun held ég en ég held samt að nú er þetta ekki lengur spurningu að það sé konu, held að það sé frambærilegt fólk. Það sem nefndir áðan aðeins með sjálfstæðiskonur, nú er þetta öldin önnur af því að þegar Vigdís fer fram, þá skrifuðu menn bara opinskátt gegn því að kona yrði forseti. Og það einstæð og einstæð móðir og það var bara þótti boðlegt á þeim tíma að segja það bara berum orðum. Það gerir þetta engin eins grímulaust í dag en það þýðir þetta ekki að það sé ekki til staðar. Og ég svona veitti athygli að mér finnst þetta oft þessu er pakkað inn í eitthvað annað og einmitt eins og þú ert að nefna það sem þið sjálfstæðiskonur, svona eins og ég horfa á það, þá er því pakkað inn í það eins og var til dæmis talað slæðu konurnar í sjálfstæðisflokknum.
Við sjáum það að ráðherra á okkar vegum, ungur kvenráðherra tala fyrir flottum málum, alls konar þjóðþrifamálum, þegar hún fer að tala fyrir því að jafna stöðu áfengisframleiðenda í sambandi við netverslun, þá það hún að vill fá heimsend hvítvíni með humrinum og það eru búnar til svona myndir sem eru þá tengdar við einhverja stéttabaráttu, forréttindastöðu eða eitthvað annað, en engu síður bakgrunnsbreytan einhvern veginn liggur í kynferðinu. Þetta ekki eitthvað sem að þið kannist alveg við? Jú, og stundum held ég að ef maður fær gagnrýni þá lítur maður að gera eitthvað rétt, og mér fyrir til að mynda þessi ráðherra sem að var með frumvarp sem var bara búið að fara í meðferð og skipti ekkert máli tímasetninguna núna í þessum faraldri sem við stöndum frammi fyrir, að hún hefur staðið sér alveg gríðarlega vel frá því hún tók til starfa í haust. Og ég var einmitt að ræða við hann daginn og hvað þetta margir, hvað þetta, 6 mánuðir? Og hún segi, já, það að verða 7. Og hún var að taka saman þau verkefni sem hún búin að koma til leiðar. Og ég hugsaði með mér, hún kannski ekki skrítið að fólk ætlar að fara að búa til einhvern usla yfir einhver áfengismáli sem svo lítið brot af öllu því öðru sem hún hefur gert. Til þess eins að rýra traust, kannski þetta eina vopni sem andstæðingar okkar hafa. Og svona útmála einhvern veginn, draga upp einhverja persónu. Og þetta hefur því miður verið pínu á allar konur, að þær eru svona, kannski, þær verða að fá svona harðari, svona gagnrýni, og kannski taka því persónulegra, ég veit það ekki, en ég segja samanskapi að vopn kvenna svolítið sterkt. Ég man þegar ég var að byrja í banka í fjármálaheiminum, þá var ég rétt 30 og hlustaði á konu sem hafði að mér fannst náðlangt, og hún talaði til þess að vera þátttaka í svo maður svolítið að spila leik strákana. Vera í svörtum jakka og buxum, og það væri vont ef maður var ekki að spila gól, og mér fannst þetta svo skrítin skilaboð til mín, því að mér fannst ég alveg fá áheyrn bara ég sem kona. Og svo stuttu síðar fer ég með forstjóra bankans til London, og við förum á fund eins stærsta fjármálafyrirtækis heims, og inn í herbygginu verið svona 6-7 manns og 1 kona. Hún var í gulri drakt, hún með perlur, hún með eyrnalokka og ljóst hár, og þegar hún talaði þá hlustuðu allir. Og þetta var svo ferskt fyrir mig að sjá þetta. Hún var með eiginlega tekjumesta svið bankans, hún var algjörlega allsráðandi að inni, en hún hafði ekkert breytt sjálfur sér. Og fyrir mér var þetta svo góð fyrirmynd að vita það að þú stendur með sjálfur þér, og þá nærðu lengra, ekki breyta þér. Og fyrir konur sem að sækja fram, ég man eftir að við stofnum bakvarðasveitina í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna síðast, til þess að efla og styðja við konur sem að sækja fram. Stærsti hlutin af því kannski þegar konur eru að sækja fram í sveitarfélögum kannski út á landi, þá þær oft einar. Það vantar kannski bara að spegla hugmyndir sínar eða hvað þær eru að hugsa í trúnaði við einhvern annan. Og eins og allir þekkja sem eru í pólitík, að þú þarft að, það ekkert endilega trúnaður, þú veist með það allir að sækja eitthvað. Og mér fannst mjög mikilvægt að konur getur leita til annara kvenna sem hefðu staðið í þessum sömu sporum, en væru sjálfur ekki framboð. Þannig að við stofnuðum sveit 16 kvenna sem voru tilbúnar að veita ráð eða hlusta, og ég man ekki, það örugglega verið hátt í 20 konur sem hefðu samband við mig. Ég heyrði það strax, það vissu allar hvað þær vildu, það vissu allar hvað þær ætluðu að gera, en þær voru svona kannski svona varkárar vegna þessum þú nefnir að verða gaggrýndar. En ég bauð þeim öllum að senda mér það sem þeir voru að hugsa, og eins og af því það voru ekki því við vorum svolítið skrýtnu kosningum, og það var bara að raða á lista að senda framboðsbréfin til mín og ég geti litið yfir. Og þá fannst mér svolítið merkilegt að oft byrju við konur að segja, eins og ég myndi nú segja, sæll, ég heiti Vala og ég 3 barna móðir og ég bý í Reykjavík. Eða ef ég myndi segja við þig, sæll, ég heiti Vala, ég formaður Landssambands sjálfstæðiskvenna og ég vil lægri skatta. Og svona áhrifabreita hana. Það skiptir ekkert máli að ég sé kona, það skiptir ekki máli að ég eigi 3 börn eða ekki, það aukaatriði. Fyrir hverju ég tala aðalatriði. Og önnur kona sendi mér mynd sem hún ætlaði að hafa svona slagorð, ung kona til hægri, eða ung kona. Ég sagði það sjá allir á myndinu, ung kona. Segðu frekar hvert topic-málið sem þú vilt setja á dagskrá. Þannig að myndinu sjá allir út kona, og það áhrifabreitan sem verður. Við þurfum ekki að segja við séum konur. Við eigum ekki að sækja fram að því við erum konur, við eigum að sækja fram að því sem við höfum fram að færa. Það kann að vera öðruvísi að því við erum konur.
En ég held samt að það sem við viljum segja eigi erindi við alla. Finnst þér eins og þetta sem þú ert að lýsa einmitt, þessi svona veruleiki og þetta hefur þetta versnað mikið með tilkomu samfélagsmiðla því það er svo stutt í það að koma einhverju að fólki eða einhverju fólk á framfæri. Og það er líka, já, það er ekki eins mikið viðburður og þegar fólk settist niður hérna með ritvélina og skrifaði blaðagrein og senda hana bara á Morgunblaðið eða hvaða blaða var á þeim tíma og kom henni þannig á framfæri fyrir allra augum, sko. Að þessi tilhneiging til að fara einmitt svolítið nær konum og tengja til dæmis bara við hverja þær eru giftar, það er ekki gert við kalla ennþá, það getur skipt máli, það þarf einhvern veginn alltaf að tengja konur einhvern veginn og setja þær í eitthvað box til að hægt sé að byrja að skilja að þetta er alveg rétt sem hún segir, hvað það er sem það raunverulega er að segja og fyrir hvað það standa í sínu eigin skinni. Er þetta ennþá heldurðu að halda aftur af því að við erum að missa af forystukonum framtíðarinnar? Ég held að sé mjög margir hlutir sem spila hérna og ég held til að mynda, og þá tala ég bara meðal hans út frá minni eigin reynslu, á einhverju tímapunkti verður lífið ansið þungt bara í því að maður er að halda mörgum boltum á lofti. Þú ert búin að koma þér í gegnum nám, þú ert að byrja atvinnuferilinn þinn, þú ert að stofna fjölskyldu og það eru fleiri svona pressur og það verður mikið að gera. Ég held að þess að vannýtt svona afl á mörgum sviðum eru konur sem eru konar úr barnin eða eru svona að ljúka, þannig að það léttir, maður finnur það bara, hver dagur verður léttir eftir þessi börnin verða eldra, það er að segja sko maður er ekki með smábörn. Og það er svona þessi sko, kannski þú veist, og ég finna líka sjálfstraustið eykst með aldri. Og ég held að það sé svona eitthvað sem maður þurfi kannski að svona veita, svona, allavega svona veltaði fyrir okkur. Og þegar maður er ungur, að þá, ef maður svona í hjarta sínu trúir því að maður sé að fara að gera eitthvað rétt, auðvitað getur maður skort reynslu eða slíkt, en ég held samt að þú trúr hjartaðinu og trúir á eitthvað, þá er aldur kannski ekki alveg það sem skiptir máli. En það getur verið erfitt að fara í svona það er mikið að gera. Og þú verður einhvern veginn svolítið viðkvæmari á þessum tímapunkti fyrir gagnrýni. Og ég er búin að heyra mikla gagnrýni á konur sem standi framverðarsveiti okkur. Það er ýmist ekki giftar eða það eru giftar, það eru á ungbörn, það er þetta og hitt. Gefið í skyn að þeirra rödd sé ekki þeirra eigin. Það er svona eins og við, svona, ég veit ekki hvað maður segja, maður er ekki, svona, þegar eitthvað er nýtt þá er maður kannski gagnrýni og ég held að ég sé engin undantekning heldur en annar, maður svona horfir og svona á þessi upp á pallborðið, ekki endilega kona heldur líka kall svo sem. En ég sé þetta svona, við gerum ríkar kröfur á okkur. Og ég heyri oft þegar konur alltaf fram að það segja ég veit ekki allt, ég sem þú þurft ekki að vita allt. Já, en þá erum við svolítið hræddar að verða kannski spurðum einhver mál sem að við höfum annarkvæmt ekki kynnt okkur eða ekki myndað okkur djúpa skoðun, en það á við þeim alla. Ég myndi gjarnan vilja allavega hitta þann sem veit allt um allt. Þegar ég einhvern veginn finnst að því meira sem ég veit, því minna, það áttar mig á en því minna veit ég. Akkurat. Engin veit neitt og allir eru bara að gera sitt besta. Já, og ég hef sagt við konu, ef þú hefur sérþekkingu á sviði fjármála sveitarfélaga eða kennslu, velferðarþjónustu, þá á það alveg erindi, jafnvel þú veitir ekkert skatta, annað en það sem snýr á þér. Það skiptir engu máli, þess að við erum sveit fólks og, og við viljum frekar hafa breiðan grunn heldur en alla eins í steifta í sama mót. Þannig verður við alltaf betri fjöldahreyfing og þannig hef ég trú að þú hefur eitthvað fram á að færa og hefur áhuga og ert með svona hjartaslær með því að þá eigiru að stíga fram. Svo við þurfum þetta fólk sem hefur sérfræðiþekkingu eða reynslu eða hvað það er á svo víðum flokkum. Þetta þarf ekki að vera með þekkingu öllu eða mjög fjölbreytta. Við þurfum sérhæfingar líka. Stjórnmálin yrðu þetta mun ríkari eftir þetta konur fóru að koma fram á sjónasviðið og sækjast eftir áhrifum vegna sem eins og þú ert að nefna málefnin breyttust, þetta var kannski meira svona bara einhverjar opinberar framkvæmdir, fjármál, þannig að kannski það sem við getum þá sagt sem var kallægari málaflokkar í gamla daga, svo stækkar þetta allt saman, þú veist að það var að koma önnur mál fram og þú skrifaðir einmitt mjög góðan leiðara hérna í þetta blað, Auði, öll þessi mál, til dæmis, þú veist, jafnréttis og umhverfismálin og svona það sem kom svona seinna og eru kannski orðin stóru málin í dag. Það eru bara mjög margir sem kjósa beinlínis
eftir þessu málum en ekki ykkur öðru og þú ert líka að nefna það að þið finnst þetta til dæmis ekkit vera vinstri mál, þetta séu mál sem við þurfum að láta okkur varða í þessum flokki og gerum það þetta. Já, það er mjög vont þegar við þurfum að merkja málaflokka með einhverjum hætti. Landssambandið stóð til að mynda fyrir fundum umhverfismál í vetur og þá var ég spurð ertu orðin svona vinstri sinnuð en ég segja lausnir við umhverfismálum þau fást með frelsi, þau fást einmitt líka með nýsköpun og framförum og það gerist ekki ef við förum að refsa eða anna og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að hægri röddin heyrist þegar kemur á þessum málaflokkum. Og alveg eins og ég nefndi í upphafi að þegar konur fóru að ræða hvort sem það var að styðja við menntun kvenna eða jafnvel að styðja við barngæslu, bara leikskóla, að konur gætu stigið inn á atvinnumarkaðinn. Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er mjög há í samanburði við önnur lönd. Og þetta hluti af því að hér bara hagsælt. Það er allir að leggja sitt og við sjáum bara tímarnir sem eru núna. Hvaða málaflokkar eru verið að leggja áherslu núna? Auðvitað skiptir sér máli að hér sé verið að huga til hvernig efnahagur mun reiða af í þessu COVID-fári. En það er líka verið að hugsa það hvernig líður fólkinu, hvernig erum við að bregðast við í heilbrigðiskerfinu, hvernig getum við haldið skólunum gangandi, hvernig mætum við þessum 9 tímum í breyttum áherslum og mjög stóð gaman svo að verið Forbes sem sagði að þau ríki sem hafa kvenleiðtoga að bregðast betur við. Auðvitað er kannski erfitt að dæma það núna því að kannski mun sagan sýna eftir 20 ára önnur aðferð var betur en hin en það er mikilvægt á þeim tímum sem þessum að fólk líði sem örugg. Það líði að það sé verið að ná tökum á hlutunum. Síðan auðvitað þegar fram sækir þá kann atvinnuleysi spila inn í og annað, ég held að það sé mikilvægt að fólk trúi því að hér sé verið að leysa úr því sem er vandinn í dag. Og samaskapi líka, það sem að sér kannski þessum faraldurinn líka svolítið að koma með inn er þessi efahyggja sem er að koma inn. Við erum að fara í verndarstefnur, það verið að vernda, við erum búin að loka landamærum, menn er svolítið að líta sig bara nær og segja að ég ætla að verja mitt fólk. Er það gott? Ég veit það ekki, ég held ekki. En þetta er svona eðlileg viðbrögð, en það er líka ýtur undir efa. Og þá held ég þessi svo gott að við séum með eins fjölbreytt fólk í forystu í ríkisstjórn og víða. Við höfum séð það bara að það er blanda af fólki sem nú stendur í framlínunni viðsvegar að við erum ein stór keðja. Og það þarf bæði konur að kalla í þessu keðju. Við þurfum allt frá kennurum, við þurfum framkvæmdastjórana, við þurfum læknana, við þurfum hjúkrunarfólkið og fólki sem er í ræstingum hana. Þetta er ein stór keðja. Það er engin mikilvægari en annar í þessu stóru keðju og ætla að fara að vega eftir kynferði eða menntun, það á bara ekki við því að leið og einn hlekkur losnar á brotnar keðju. Þannig á þessu kafran. Þannig að konur eiga að vera þáttakendur, já, þær koma oft með aðra sýn. Ég hef stundum sagt í gríni að já, maður við sköpum okkar heimili, við leggjum bæði til við að byggja upp heimili okkar en ég kannski set upp búðana og set blómstökur og gerir heimili svona hlýnara. Kemur bara með sálina en á heimilið. Kemur sálina, þetta er ekkert verra. Það var kannski ekki alveg í forgangi fyrst þegar maður var að byrja að búa. En það er svona þetta nostur. Já. Og það er bara minn áhugi og það er allt í lagi. Og hann er ekkert síðri. Þannig að ég segi stundum að kannski erum við með aðra sýn og hún er ekkert síðri. Hún er alveg jafn mikilvæg þegar við horfum langtíma á hlutina. Og ég held að fara að kynjaskipta málaflokkum eða segja hlutinir sé hægri eða vinstri. Já, það er áherslubreytingar á milli hægri og vinstri, það er alveg á hreinu og ef við tökum bara heilbrigðiskerfið okkar núna, við höfum verið að segja að heilbrigðiskerfið okkar sé ekki gott. Heilbrigðiskerfið okkar er mjög gott, við eigum ótrúlega fært fólk, við eigum ótrúlega bara búum vel og það er sýnt sér sérstaklega núna, við erum vel búin að bara tækjum og hlífðafatna og slíku, við vorum allavega betur búin en margir aðrir, við vorum fljót að grípa inn í með framlagi alls konar aðala að fá þau tæki og tól sem uppavantaði, en kerfið hefur staðið. Heilbrigðiskerfið okkar hefur staðið þetta áhlaup. Það sem okkur greinir á, það er rekstrarformið. Eigum að hafa þetta ríkisrekið, eigum að hafa blönduna og það er umræða sem á taka. Og þar getur verið áherslumunur á milli hægri og vinstri, en það er ekki eftir kynjum. Alveg sammála því, en þú nefndir þetta með Forbes og kvenleiðtogana að maður hefur oft verið að velta fyrir sig hvað veldur. Ég held að sé stundum það að sumir halda því fram með fjölgun kvenleiðtoga
muni hreinlega bara draga úr líkum á stríðum víðsvegar heiminn vegna þess að konur munu bara hugsa þetta öðruvísi og ég stundum velti því fyrir mér, þetta ótti við það að mýkt og mildi í stjórnmálum eða fyrirtækjarekstri af hvers kyns toga sé túlkað sem veikleiki sem að það í rauninni ekki heldur það har miklu meiri styrk til að vera þess konar leiðtogi heldur en sá sem að bara lætur alltaf nefn í borðið saman hvað tautar og raular. Ef maður fer svona aðeins að kanna bakveita, það kannski eitthvað svona einmitt ótti við það í rauninni að eitthvað sem að einmitt sé mjúkt að það sé þar að lendi veikleikamerki og þess vegna þurfum við einhvern veginn alltaf að sækja gegn öllu slíku, ég veit það ekki. Hendur svo svona bara fram. Já, ég held sem betur eru ólíkar aðferðir fólks við stjórnun og sumar hafa gefið afskaplega vel og aðrar ekki, tímarnir hafa verið mismunandi verkefni líka. Ég þakka sem þetta fyrir að hafa alist upp á Íslandi vegna þess að við höfðum fyrirmyndir sem sögðu það allt hægt og það svolítið í okkur Íslendingum, það allt hægt. Kannski finnst mér allt hægt að því að hér var kona forseti. Ég átti frænku sem var í framboði fyrir kvennalistan, mér fannst nú mest töffar en og einhvern veginn, mér langaði að vera eins og hún og einhvern veginn kannski, og ég kannski átta mig ekki á því tóku sér sem sjálfsögðum hlut og kannski þetta eitthvað í íslensku þjóðinni að við erum svona ef okkur langar einhvern hluti þá finnst okkur í rauninni að ekki vera þannig þetta okkur, við náum þessu ekki, við bara ætlum okkur þetta, við höfum ágjörði hvernig síðar. Mýktin í stjórnmálum hefur örugglega oft verið og menn segja til dæmis oft að horfa til Bretlands og stríðsárunum í seinni heimsstyrjöld að Winston Churchill, hann kom inn með smá mýkt líka. Þannig að menn vilja meina að Bretland hefði jafnvel ekkert komist út úr þessu stríði nema að hann tóku við. Samaskapi hefur manni þótt svona og hefur gjarnan viljað skiknast meira inn í svona áhrif Elísabetar drottningar á ákvarðanatöku Breta og eins og bara það að hún stígur núna, hún búin að stíga tvisa fram núna í þessum faraldi til að í rauninni segja við bresku þjóðina það endir, við munum komast aftur út á meðal vina. Ákveðið mýkt, ákveðið traust og henni hefur alltaf leyfst þetta og ég held að hann hefur örugglega oft verið í þessari togstreitu því allir hennar fóstráðherrar þá til að Margaret Thatcher tók við voru gallar. Margaret Thatcher þótti ekkert sérstaklega mjúk en hún leiði sér samt ákveðna mýkt, hún var með sína handtösku og með perlurnar sínar og svona en þannig að það ekki hægt að beint að segja að konur sé endilega með mýktina en ég held samt að við séum svona við lítum á fleiri þætti og ég held að það sé kannski við vorum ekki aldrei upp í það að vera stríð konur yfirleitt. Við sátum heima og við hugsaðum það sem var heima fyrir þannig að mennið gæti nú snúið aftur og það gæti tekið þráðinn aftur. Það sýndi sig nú í seinni heimsstyrjöldinni víðsvegar heim að konurnar tóku bara við og héldu efnahæginum og þjóðfélaginu gangandi. Þannig að ég held að skortir nú ekkert hörku í konur. En við hugsaum kannski fleiri hluti. Ég held að það sé bara henni góða. En eins og ég segi aftur, ég held að við erum svo margbreytilegar og við eigum að vera óhrættar við að leyfa bara því að skína. Þannig að ef þið langar að með varalit, vertu með varalit. Ef þið langar að vera í kjól, vertu í kjól. Ef þið langar að tala menntun, talaðu fyrir menntun. Bara talaðu, ekki hugsa hvernig fell ég inn í myndinu, þess að þá týnustu. Og oft þegar maður horfir til þess að leiðtogamyndirnar, að þegar maður sér einhvern standa úr, þá það yfirleitt einhver sem hefur brotið upp hefðina og ekki í svörtum jakkafötum með svart bindi. Og allir muni eftir fyrir viki. Já, allir muni eftir í viki og þess að hafa konur segi ég ekki að segja að þú þurfir að setja varald ef þú notar ekki varalit. En ef þú ert það, átt að gera það. Á samanskapi að þú ert með stutt hár, allt í lagi, þú þarft ekki að síka hár til að safna hári til að fara í framboð sem kona, þú bara ert þú. Af því að það sem að skilur kannski, ég svona verið að veltaði fyrir mig svona í öllu þessu róti sem í gangi með, eins og segja, með samfélagsmiðla, hávaðan alltaf meira og meira og það erfiðara að ná í gegn. Og þá held ég að skiptir svolítið máli að vera trú sjálfum sér. Hvað ætli gott orð yfir authenticity sé á íslensku? Bara ekta. Já, ekta. Já, ósvikin. Ósvikin, vegna þess að ef það kemur, þá ertu fyrst að lesa hvað hún sjálfu og þú færð fólk svona veit hvað þú talar fyrir. Og þegar mál koma óvænt inn og þú dýfir málunum onni þínar skoðanir hvernig þú tekur á þeim, heldur en að hugsa hvað almenningurinn, hvað vill almenningur?
Þá fer kompásinn svolítið að hreyfast hratt og mikið. Og það hefur stundum verið sagt við okkur hægra fólki að við eigum erfitt með að tala fyrir málum að því að þá fer kompásinn svolítið að flög, en það ekki alveg rétt. Að til að mynda eins og við hægri menn sem tölum fyrir heilbrigðiskerfi, við viljum blanda rekstur. Við erum alveg sammála því að hér á Íslandi eigum við að vera samtryggð og allir eiga að hafa aðgang að heilbrigðiskerfinu, en við erum ekki sammála rekstrarform. Við teljum að það sé betra að hafa blandað form á heilbrigðiskerfinu, þess að ríkið ekki alltaf bestið fallið að reka á sem hagmast eða bestan hátt. Við viljum alltaf bara auka að hafa góða þjónustu fyrir fólkið okkar. Tölum aðeins rekstur og atvinnulífið í framhaldi af þessu. Það sem ég fannst svo skemmtilegt við þetta blað ykkar, þetta ekki bara stjórnmálakonur, þarna eru líka konur á öllum aldri en mikið unga konur líka sem að láta til sín taka í atvinnulífinu með sinn eigin rekstur. Og það sem skemmtilegt við allar þessar konur, ég fekk svona stjörnur í augun, það mér finnst fyrirtækin sem þær að veita forstöðu svo spennandi. Og það er svo mikið gróska og það er svo mikið nýja hugsun, samfélagsábyrgð en líka hefðbundin framleiðslu fyrirtæki af ýmsum toga. Og hvað í rauninni, það eins og það bara kemur einhvern veginn litur inn í atvinnulífið með þessum fyrirtækjum. Það var hugmyndin þegar við förum að stað með blaðið fyrst. Og þá var hugmyndin að gera sögunni skil og horfa tilbaka og gera konum skil. Og sem var náttúrulega gaman og blaðið aftur ekki til að vera neitt sérstaklega stórt heldur. Og eins og við höfum sagt áður, að þegar við lítum öxla þá eru margar konur sem hafa gert, en það ekki rosalega margar. Og við á þessum 90 árum sem flokkurinn hefur starfandi, þá vorum við svona lítið brot, en við höfum samt lagt mikið að mörkum. Þannig að við vildum annars vegar gera því skil, en okkur fannst líka bara með öllum þeim fjölda sem komin og öllum þeim fjölda kvenna sem þátttakandi í atvinnulífi og víðsvegar, okkur langar þess að hefur ekki horfa svolítið til framtíðar. Hvert erum við að fara? Hvað viljum við? Hvaða skoðanir hafa þær konur sem standa núna í stafni og hvert viljum við að fara? Og svo byrjuðum við það er akkurat ár síðan við byrjuðum að auglýsa eftir tillögum. Við í rauninni bara nálguðumst okkar trúnaðarmenn og sagði bara bendu okkur endilega á konur sem að gera áhugaverða, skemmtilega hluti, alls konar hluti. Og við fengum ótrúlega margar ábendingar og þetta var orðandi langur listi hjá okkur. Og við vildum hafa þetta svona bland vegna þess að við erum ekki í kosningum. Þetta var fyrsta árið fyrra sem við fórum ekki í kosningar í langa tíma. Og það var svo gaman að geta tekið svona breiðara á málum. Og þess vegna fannst okkur svona gaman að í rauninni að taka fyrir listir, viðskipti, bara svolítið breiðari, án þess að það væri endilega að vera að tala það út frá nú ætlum við að kjósa eftir mánuð, þetta eru okkar málaflokkar, heldur bara hver þín sín, hvaða áherslur. Og við hefðum getað gefið út miklu stærra blað. Það voru svo margar konur og áhugavert og ég myndi helst vilja að gefa þetta út hverju ári, þess að það á nóg að taka. En það sem við vildum samt gæta að í blaðinu og reyndum eftir því sem við best gátum, það var að gæta svona jafnræðis. Það er að segja landsmálin, stjórnmálin, ólíkir hlutar landsins, ólíkir aldurshópar og þannig að við værum svona aðeins að sýna að við værum ekki bara alltaf að leita í sama rannin. Þannig að í blaðinu eins og segir, það er meðal annars nýr formaður ungra sjálfstæðismanna. Hún tekur viðtal við allavega elsta núlifandi fyrrverandi kjörin fulltrúa, ef maður getur sagt það. Það er örugglega til eldri sjálfstæðismenn en við ákveðum að leita til Salóme Þorkelsdóttur. Og síðan bara út í atvinnulífið og bæði konur sem hafa langa reynslu, konur sem hafa reynt eitthvað nýtt og þetta var mjög skemmtilegt og við vorum bara dálítið stoltar að ná þessu að gefa þetta út af því að blaðið átti kannski að vera 4 síður, 6 og var það 60 held ég og var meira takmarka við gátum bara ekki farið í stærra blað í bili. Og en það sem var líka svolítið gaman að þegar við ákveðum að gera það svona stórt, þá þurftum við fjármagn og þurftum að leita til styrktaraðila og okkur var tekið rosalega vel. Það voru allir til að styrkja blað sem að væri svona framsýnt og tæki konur og lyftu þeim upp. Ég held að við gefum svolítið tóna því ég sá að 200 mílur gaf út blað sem bara voru konur. Þannig að þetta hægt. Það hefur líka áhrif. Já. Já, það það sem það gerir. Og þið megið vera stoltar af þessu, þið ritstýrið þessu, þú og Erla Tryggvadóttir. Já, hún er situr í varastjórn Erlas og hefur svo sem verið lengi með sjálfstæðisflokknum
og við svona könnuðumst nú við hvora aðra og hún alltaf reyndur fjölmiðlamaður, þannig ég nálgaðist til svona talaði við hann í apríl í fyrra og við fórum alltaf flug og þetta var svo gaman. Já. En hugmyndin var alltaf bara svona 4 til 8 síður, það var nú átti ekki að vera stærra. Og meira til í rauninni sem rattar ekki svona í blaði, þannig að það kannski bara spennandi að gefa út annað blaði í náni framtíð, en svona rétt að lokum það búið að vera virkilega skemmtilegt að tala við og fara aðeins á flug og leggja aðeins þessi COVID-mál til hliðar sem hafa verið umfjöllunarefni. Já, aðeins að hvíla það. En hvað svona framundan hjá LS og Landssambandi sjálfstæðiskvenna og þér sjálfri? Já, þetta alltaf svolítið, mann finnst þessi tími sem að maður hefur ekki mátt hitta marga og setta skorður á fundi og annað hefur svona verið lengri heldur en maður kannski hann í rauninni. Það stóð nú til að vera að standa fyrir bæði einhverjum heimsóknum í voru sem við settum á bara bið. Við höfum verið aðeins að vinna, við höfum verið að leita til sjálfstæðiskvenna og biðja að segja okkur frá fyrirmyndum, þannig að við höfum verið að birta það núna á Facebook síðan okkar, leita til trúnaðarmanna og kjörinarfulltrúa, sem bara skemmtilegt verkefni, svona aðeins að skyggnast á bakvið hver þú ert. Framöndun á árinu svo sem margt, það annars vegar bara það að við ætlum að halda áfram að styðja við bara og fjölga konum sem til þátttöku í stjórnmálum. Við höfum á haustin höfum við alltaf verið með svona fundaraðir og við höfum tekið ákvörðunni svona á vorin hvaða efni við tökum fyrir að hausti til. Fyrst vorum heilbrigðismálin og síðan umhverfismálin, en það er alveg ljóst að við erum ekkert hættar, en við tökum einhvern skemmtilega málaflokk fyrir haust. Svo stöndum við alltaf fyrir golfmóti í ágúst og ég nú að vona að þessu verður nú lyft upp, mér skilst að sé 2000 manns hámark og við höfum verið með 100 konur í þátttöku, þannig að við ættum nú að sleppa, ég held að það eru alltaf mjög margar konur súrar ef við myndum ekki halda þessu golfmóti til streitu. Og svo verðum við svolítið bara að meta aðstæður hvað við getum gert, en við erum alveg klárlega til staðar. Svo verður nú vonandi landsfundur í hausta sem við munum líka láta til okkar taka. Og svo fer maður nú örugglega að fara að setja sig í gír fyrir næstu alþingiskosningar að brýna vopnin eða spjótin. Já, það verður spennandi og vonandi gengur konum sem allra best í því öllu saman. Já, ég hef sagt að við þurfum að fjölga konum á þingi og ekki bara stækka sjálfstæðisflokkinn. Það er að segja fjölga konum í hjálpum við þurfum bara að fjölga og stækka sjálfstæðisflokkinn. Við erum með 16 þingmenn núna og ég vil sjá okkur í 20+ næst. Þannig að nærtækast væri að fjölga konum eins og það eru bara 4. En ég held að við getum lagt upp með það allavega. Best að hafa þetta bara 50-50. Já. Stefnum að því. Þetta flott ef að þið viljið nálgast blaðið, auður, þá kom það nú, var því dreift síðastliðið haust en það er á vefnum, það er að fara á xt.is og finna það þar. Þau eru kannski eitthvað að grafa en þið finnið þetta. Og svo er Landssambandið, Landssamband sjálfstæðiskvenna á Facebook og þar er þetta að fylgjast með öllu sem þau eru að gera. Vala Pálsdóttir, formaður Landssambands sjálfstæðiskvenna. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir.